Þessi mynd tekin upp í Loftorku 9.3.1981. Loftorkasjóður Borgarnes hefur hafið framleiðslu á steyptum húslutum. Þessir húslutar eru þannig gerðir að steyptur 10,5 cm þykkur berandi járnbentur veggur. Síðan einangrun þar ofan á. Nú ofan á hana aftur teypt 7 cm lag og snýr það út. Við erum að byrja á sýningarhúsi og ætla ég að reyna að lýsa fyrir ykkur gerð eins svona húsluta. Teikningar eru unnar af Sveini Ingólfssyni á Snærandi 1 í Reykjavík. Hann skiptir húsum niður í hluta sem við teiknum eftir. Þessi snúa fram eru stæstir, 4,8 metrar á lengd. Síðan skiptir hann hinu niður í ákveðna einingar þannig að það myndast koma alltaf gluggar yfirleitt í hverja einingu og þær verða þetta mjög stórar. Síðan steypum við milliveggina. Þeir eru allir berandi og þeir eru steyptir í sama móti. Ofan á þá kemur aftur járnblend plata sem er líka steypt í sama móti. Hún er þunn, 5 cm þykk. Ofan á hana er lagt rafmagn og síðan er steypt yfir allt saman. Þannig að hún verður heilsteypt. Ég vil vekja athygli ykkar á skotinu sem myndast á milli framhlutana þarna. Það er ágætt skjól fyrir norðanæðingi sem oft er hér í Borgarnesi. Þarna sjáum við húsið í heild, eða þetta er suðvestur hliðin. Og þarna kemur aftur skotið sem myndist á og þessi hlið snýr í austur. Og þetta er norðurhliðin, snýr í norður þessi hlið. Og þessi hlið snýr í vestur. Og eins og ég sagði áðan ætla ég að reyna að lýsa fyrir ykkur hvernig húsluti verður til. Verkfræðingurinn skiptir þessum niður í hluta eins og ég sagði áðan. Og ætlum að sýna ykkur húsluta númer 22. Ég sjá þetta núna nær. Og þessi húsluti hann er þarna upp í horninu. Það er hurð og gluggi sem er inn í þessu og þetta er steypt í einu lagi og hann mun kemur svo þarna upp í skotið. Á þessu stálborði eru húslutarnir steyptir. Þetta er alveg eiga slétt. Stærðin er 4x8 metrar. Það getur víbrað, það getur reist upp á rönd. Svo veggirnir verður þetta alveg sléttir úr þessu. Þessi rammar sem þeir eru að setja þarna, þeir afmarka stærð húslutans. Þessi heill sem hann er að setja þarna í, hann heldur rammanum saman.
Þessar skúffur sem við sjáum þarna eru til þess að innri veggurinn verði styttri og þar leiti verður ytra byrðið síðara og myndar vatnslás. Þarna koma við með glugga og hurðarstykkið. Þetta smíðað hjá Byggingarfélaginu í Borgarnesi. Þeir munu annast allt tréverk í þessi hús. Þessi stokkur sem við sjáum þarna, hann gegnir sama hlutverki og skúffan sem við sáum áðan. Hann styttir innri vegginn. Nú ofan á þessan stokk kemur svo einangrun og ytra byrðið kemur þar ofan á einangrun og þar af leiðandi sendur þetta upp fyrir innri vegginn og myndar ramma, þannig að þegar platan steypist ofan á þá þarf ekki að slá sérstaklega upp fyrir henni og hún verður einangruð frá útveggnum. Og þessir teinar sem við sjáum þarna upp úr, þeir eru steypast fastir og róin sem við sjáum þarna, í hana skrúfa sérstök lykkja sem að krókar koma svo aftur í þegar einingin flutt af eða úr mótinu og á byggingarstað
eða geymslustað sem það líður á að þetta sé vel fast og steypt í. Enda sjáu það eru 3 teinar sem kom upp úr þessu. Járnabitinn þarna, hann kemur frá ofan gluggana, þetta allt bundið áður. Já, þarna er nú jafnaðarvögnin komin í innri vegginn og þá verður bara að þvinga þetta niður því að borðið kemur til með að vípra þegar að steypan er komin í. Þetta er bæði ramminn þvingað og eins glugga og hurðarstykkin. Þetta liggur þvert yfir borðið og er skrúfað þannig að allt er fast.
er steypan komin í innri vegginn og nú það næsta að víbra hana og þið takið svolítið eftir því að núna von bráðar fer mótið að hristast og takið eftir hérna við skúffuna sem ég sýndi ykkur hérna áður og myndar vatnslásinn. Þetta víbrar töluvert mikið og hávaðin alveg geysilega ærandi meðan á þessu stendur. Svo nú leikur þetta svona niður og hristist til. Þið sjáu ef þið miðið við gólfið er kyrrt en mótið það hristist allt saman og þess vegna er líka nauðsynlegt eins og áðan að þvinga þetta allt saman niður því að þetta er allt saman á fleygiferð. Þetta sem við sjáum þarna, maðurinn er að taka úr fyrir vikur klossa sem að settur í gegnum einangruna niður að neðra veggnum. Þetta er gert til þess að einingin leggist ekki saman. Plastið er ekki berandi, svoleiðis að þar af leiðandi verður að vera eitthvað til þess að hún leggist ekki saman og komi að innri veggnum. Takið þetta járninu sem er hérna megin við gluggann, krókjárninu, þetta er úr 12 mm ryðfríu stáli. Á því raunverulega hangir ytrabyrðið. Það er, þegar búið að reisa þetta upp þá myndi það væntanlega leitast við að fara niður og ef það væri ekki, þetta er sterkt járn og er sett beggja megin í eininguna svoleiðis að það á ekki að koma fyrir. Nú þið séu á mannina, hann sem er að fylla í raufina þarna. Þetta er gert vegna þess að það er aðeins tekið úr fyrir þessu vegna pípur eða hitavastpípur sem verður settar hana og þá verður veggurinn jafn þykkur eftir sem áður. Nú þarna er komin í glerull líka það er gert vegna þess að það er hægt á að rottur eða mýs fari upp í
plastið. Þær hafa þá náttúrulega að vilja éta plast en aftur stingaði sig í nefið ef það koma að gleröl. Nú næst er raunverulega að setja yfir þetta járnamottur sem að eru í dreiningunni. Þetta er allt saman smíðað áður en að þetta er tilbúið áður en að farið er að steypa, og meðan steypan er að harðna, þetta er steypt að mótin til meðan steypan er að harðna, þá er járnið í næstu einingar smíðað. Nú þegar búið er að leggja þessa mottur þá er raunverulega komið að því að steypa. Að vísu hef takið eftir þess sem er koma núna með sérstakka pinna og reka í gegnum plastið. Við komum nú að því bráðum, hann kemur þetta með pinna sem eru 3 millimetrar og þeir úr riffríu stáli. Þeir halda einingunni saman. Vikuklósetnar passa að leggjast ekki saman en þessir sem klemmi plastið saman, en hitt er þess að þeir losna ekki sundur. Ytra vinnabyrðið, það verður líka að vera fast, því að plastið raunverulega gerir ekki neitt nema einangra. Nú þetta er allt haft úr ryðfríu sem að liggur í gegnum plastið, það er allt haft úr ryðfríu til þess að ryki ekki. Sko nú rekur hann þetta niður í hennan tein, leitar eftir járnagrindinni í innri vegnum og krækir þessu upp fyrir járnið í ytra byrðinu. Það er eftir króknum sem er á þessu, þetta krækir þarna upp fyrir járnagrindina. Og þegar hann búinn er að setja þessi járn í þá er raunverulega næst að steypa yfir þetta.
Þið sáu það áðan að verið var að víbra með sérstökum víbrósleiða. Nú eftir það var hún tekin rétt með réttskeið og nú er verið að raunverulega leggja síðustu hönd á eininguna að utan. Þarna er ekkert múrlag sett á, það er engin hægt að múrhúðunum detti af, hún er bara slítuð steypan. Nú og þá er einingin raunverulega tilbúin bæði að utan og innan, því að innan er hún á sléttri plötu og utan er hún gerð svona. Og þarna takir eftir að það er innfella í þessu til að auðvelda litaskipti á einingunni, á húsinu í heild. Nú er þessi mynd er tekin sólarhring seinna. Nú er þetta orðið hart og nú er komið að því að flytja þetta í burtu. Nú sést vel hitagjafinn. Við kyndum undir þessu á nóttinni með gufu og þessi rör sem eru þarna undir, það eru spíralar og á hana er hleypt 200 stiga heitri gufu og yfir þetta er allt breytt plast, svoleiðis að þetta er orðið þurrt og hart. Og nú er farið að lyfta mótunu, þið takið þetta lyfti svona frekar hægt. Það er hægt að hafa þetta með ýmsum hætti eða minnst út að gera það hraðar en þetta. Nú undir þessu eru sérstakir tjakkar, glussatjakkar sem að lyfta þessu upp og þið komið til með að sjá á eftir. Nú þegar að þetta er búið að lyfta þessu í lögðartustöðu, það verður að vera í lögðartustöðu þó að það sé búið að kynda undir þessu 1 sólarhring, þá er þetta ekki orðið það hart að þola að takast upp lárétt. Heldur er núna skrúfað í þessar lykkjur sem við sáum áðan, var að segja ykkur frá, að nú er það skrúfaður í þessar rær og það kemur lyftari og með sérstakann útbúnað og krókar og því sem að krækjast í þessar lykkjur og þá er einingin flutt út og hún er flutt út á lager og bíður þar til hún er aftur flutt á byggingastað og reist upp. Og nú þið sjáu þetta bara í áframhaldi, næst kemur væntanlega lyftari, svo kemur lagerinn, það sjáu þið á lagernum og svo sjáu þið mótið hinum megin frá séð.
Nú erum við komnir að húsinu sem þetta húseiningar voru reistar úr. Þetta eins og við sáum áðan, setjandi var upp á bíl og síðan þetta orðið að húsi og fólki flutt inn. Þetta tekur svona 2 daga að reisa einingarnar og milliveggina og svo þakið sett á með hefðbundum hætti. Vísu setjum við loftaplötur sem við munum sjá seinna sem við setjum í þetta. Spörum þannig lofta uppslátt og steypum hann á það, en eftir það þetta orðið venjulegt. Þetta hús var selt með grunni og öllu saman núna í haust fyrir 530.000. Það vísu átti þetta að borga gatnagerðargjöld en grunnurinn innifalinn í þessu. Þak fullt frá gengið og tilbúð undir málingu og spörslun inni. Þetta hús loftorka að reisa úr samskonar steinsteypu einingum og einbýlishúsin sem við sáum áðan. Þetta hús hérna svolítið til hliðar á athafnasvæði loftorku sem við sjáum nú betur bráðum. Hvað þetta hús stórt, Konráð? Þetta eru 650 fermetrar og 4500 rúmmetrar. Og hvað ætlið að gera þarna? Þarna ætlum við að steypa í þessar húsluta, ætlum að steypa það þarna inni. Þarna fæ ég mér nýja steypustöð sem verður þarna inni og sérum að steypu fyrir húslutana. Þarna verður hlaupakottur og sjáum við súlurnar 3 sem hafa komið út úr að það verður ekki byggt yfir þær, heldur kemur hlaupakotturinn þar út úr og við tókum eftir áðan að það fórum við út með liftara. Nú gerum við það ekki, heldur hengjum við það neðan í hlaupakotturinn og hann rennir þessu þarna út og staflar fyrir utan. Og öll vinnu aðstæða verður mikið þægilegri og rýmra okkur og við gerum okkur vonum að geta aukið afköstin þó nokkuð mikið. Bæði komum við fyrir fleiri borðum, við erum með borð út í orðið og þá verður allt undir einu þaki. Já, og þetta hús verður sem sagt eingöngu notað til þess að steypa þessar einingar. Já, húsið sem slíkt, að vísu verður steypustöðin notuð til þess að framleiða steypu bæði fyrir rörin sem verður í hinu húsinu og eins fyrir helluvélunar. Við steypum úr þessu gjalli þessu rauða gjalli sem við kennum vestan á Mýrdal og steypum úr því milliveggjaplötur og hún mun hræra fyrir þá framleiðslu líka. Hvað hafa verið reist mörg hús úr þessum einingum? Við erum búin að reisa 6 hús, íbúðarhús og 7. tilbúið, bara bíðum eftir veðri og það nóg verkefni fram á mitt næsta ár sem þegar pantað. Þetta eru loftaplöturnar sem notaðar eru í einbýlishúsin. Segðu okkur aðeins frá þeim. Já, það eru þannig byggðar að við byrjum að setja járnamottur og síðan þessar bita sem koma þarna upp úr. Þeir eru settir í líka síðan allt steypt saman en þá líka öll járn komin í plötuna þannig að það þarf ekki að bæta járnum bara yfir samskeytti. Nú í þetta eru settar rafdósirnar líka þannig að undir þetta er lagt ofan á veggina og slegið undir miðjuna á þessu. Þannig að þá raunverulega búið að slá undir loftið síðan kemur rafverkin leggur á milli dósana og upp úr veggjanum og síðan steypt yfir allt saman og svo steypist þetta allt saman. Þetta saman sko. Framkvæmdastjóri Loftorku, Konráð Andrésson, hérna hjá okkur og ætlar að segja okkur svo lítið frá starfsemi fyrirtækisins. Segðu mig, Konráð, hvenær fyrirtækið stofnað? Það stofnaði í mars 62, þannig að við fáum afmæli á næsta ári. Já, nú þetta tvískipt, það starfar að hluta til í Reykjavík. Hefur sú skipting verið frá upphafi? Nei, það var nú ekki frá upphafi, heldur var þetta þannig
að 62 þá kaupum við eina loftpressu, þá eiga að fara fram hérna mikla gatnagerðarframkvæmdir í Borgarnesi og hún er nú rekin hér upp frá Indriði Björnsson sem var núna aðalstarfsmaður hjá okkur í Borgarnesi hérna ásamt mörgum góðum. Hann var þá með hana hér í Borgarnesi það ára allt saman. Nú síðan fengum við okkur 2 í viðbót þá veturinn eftir og þá verður þær veturinn í Reykjavík en komum svo upp yfir hingað aftur næsta sumar þar á eftir. Nú og síðan minnkaði nú vinna hér í Borgarnesi og þá var láð þetta niðri tíma hér í Borgarnesi en síðan 69 kaupi ég aftur rörasteypuna af Borgarnesverð og síðan hefur þetta verið stanslaust hér upp frá. Sem sagt, það er í upphafi verktakastarfsemi og síðan 2 árum eftir að þið byrjið þá farið út í rörasteypu og þá fljótlega líka milliveggja og gangstétta hellur og eitthvað þess áttar eða hvað? Já, það er að vísu lengra, sko, það er ekki fyrir 69 sem við förum í þegar við kaupum steypuna af hreppnum. Já, já. Og hvenær flytjið þið hingað upp eftir? Hér er það 74. Þá erum búin að byggja mig hér upp og flytja mig hingað upp eftir. Fáum fyrstu steypubílna hingað 73 og byrjum þá á byggingunni hérna. Og sem sagt, steypustöðin, hún byrjar eiginlega leið? Já, hún var eiginlega byrjuð fyrr raunverulega. Það var ekki vísu stöðin sem slík, það var gamalt síló sem er búin að vera hér alla tíð síðan hérna út við veginn og var nú fjarlægt í sumar. Og það er búið að vera og þjóna sínum tilgangi og byggðu upp þetta fyrirtæki að miklu leyti að við gátum verið með þessa steypu. Það var við lykillinn að því að við vorum með þetta síló. Já, já, og þið hafið selt steypu hérna á stórt svæði, ekki bara í Borgarnes og Borgarfjörð heldur víðar er það ekki? Jú, við höfum selt alveg sunnan á Hvalfirði og við höfum farið norður á Strandir, lengst í Hvalsá í Hrútafirði. Og við höfum farið með steypu vestur í Sörbæ og Stykkishólm. Já, já, hvað vinna margir menn hjá fyrirtækinu? Það eru 27 sem að vinna hjá því núna. Altså hérna í Borgarnesi? Já, í Borgarnesi. Já, það er þó að fyrirtæki sem er í Reykjavík heitir Loftorka, þá er það í rauninni alveg sér fyrirtæki. Þetta er allt sér skattalega og bókhaldslega er það sér, en ef okkur vantar eitthvað þá hjálpum við hver öðrum upp. Ef mér vantar að tækja sunna þá get ég fengið þau þegar ég vil og samir að segja Reykjavík, það er bara það sem er hagkvæmast. Þannig rekum við þetta. Til dæmis ef við vorum í gatnagerðarframkvæmdum í sumar þá voru okkar tæki hér á fullu við þær framkvæmdir, þá var Loftorka Reykjavík sæi þær framkvæmdir. Já, já. Þeir eru að lyfta þarna sperru í húsið hérna fyrir neðan, er það ekki? Sem við sjáum hérna. Og þetta er þá strengjast ef að steypið þið sjálfur líka? Já, við steypum þetta sjálfur og þetta er sperra sem við ætlum í nýbygginguna. Þetta var hannað í gamla húsi og það er búið að vera lengi pallur hérna fyrir utan og þetta er nú ekki strengjasteypa, heldur er þetta bara byggt upp á venjulegan hátt, bara bundið járn, 25 mm þykkt járn í þessu neðst og það er engin súla í þessu húsi og spannar yfir 18 metra. Þetta er 13 tonn farið í þetta 5 metrar steypu og tonn af járni í hverja sperru. Já, já. Hvað steypið þið mikið á ári? Það eru svona 6, já frá 5 og upp í 7000 rúmmetra sem við steypum á ári. Já, já. Hvað myndi það duga í svona cirka mörg venjuleg einbýlishús? Það eru svona 150-200 rúmmetrar í einbýlishúsið. Svona venjulegt meðal einbýlishús. Það fer nú út að svolítið eftir bæði stærð og hvort að mann hafa stifta plötu, kjallar, söklar og hvað þeir eru mikið. Hvað eigið þið marga steypubíla núna? Við erum með 10 steypubíla og við vorum með, það helgast nú á því að við erum svona marga steypubíla. Við vorum með inn í Hrauneyjafossi, Loftorka sem ein heild stofnaði fyrirtæki með Ístak, Miðfelli og Skånska og Píl og Sönn sem heitir Fossvirki og það sáum alla steypuframkvæmdir í Hrauneyjafossi virkjun. Já, já, þannig að þið komið víða við og svo hafið þið byggt, þið hafið byggt blokk hérna í Borgarnesi og fleiri hús kannski og verið í ýmissi verktakastarfsemi, er það ekki?
Jú, það fylgst að bæði verktakastarfsemi og eins hefur nú verið mest hér við steypuríið og allavega flutninga. Við erum með bíla til að flytja hvað sem og svo með kranan eins og við sjáum þarna. Svo það hefur verið svona ýmislegt sem okkar hefur verið falið að gera og við höfum reynt að gera það eins og við höfum haft vit á. Við vorum þarna hluthafar í Borgarás á sínum tíma og það upp úr því sem við byggðum þessa blokk. Nokkuð færri starfsmenn að vetri til eða þetta yfirleitt verkefni nokkuð jöfn yfir árið? Já, það nokkuð jöfn verkefni. Við fækkum út ekki, við förum þá meira út í milliveggjaplöturnar og það yfirleitt kannski 2-3 menn sem bætast við yfir sumarið, annars þetta mjög jafnt. Já. Þakka þér fyrir.